og þá ætla ég að fara í að deila skjánum. Gerir þetta svona allt saman rétt hérna. Og þá ætlar hún Borghildur að hún komin þarna upp, það ekki? Ég að reyna að stíkta mig, eða getur gert það, takk hljóðið að mér. Ertu búin að setja upptökuna á, eða? Jæja, Borghildur, þá máttu byrja. Gjör svo vel. Takk fyrir. Ég dálítið rám, þið verðum að fyrirgefa það, ég búin að vera í veikindum, en ég ætla nú að reyna mitt besta samt. En ég heiti Borghildur Jósefsdóttir og fyrrverandi kennari við Grundaskóla Akranesi. Ég komin á eftirlaun og lauk mínu meistaranámi í vor. Valgreinarnar mínar í Kennaraháskólanum voru stærðfræði og textíl og ég útskrifaðist 1977. Í gegnum tíðina hef ég tengt stærðfræðina inn í textílkennsluna og öfugt og svo hafa alls konar aðrar aðferðir bæst við á leiðinni. Það þvældist nokkuð fyrir mér að ákveða hvað ég ætti að skrifa og þar sem ég hafði kennt mest stærðfræði í unglingadeildinni með skapandi ívafi var niðurstaðan stærðfræði og listir. Og með þessum fínu setningum til viðbótar frá honum Ingólfi að myndlist fleiri en að teikna og stærðfræði fleiri en að reikna sem að passaði inn í þessi ritgerð eins og flís við rass. En myndin á glærunni af þrívíðum Sierpinski píramída en Sierpinski þríhyrningur frægur brotali og heitir í höfuðið á Sierpinski sem var pólskur stærðfræðingur og þessi píramídi hluti af lokaverkefni í 10. bekk voru 2017 sem ég segi betur frá hérna á eftir. Tilgangurinn með meistaraverkefninu var að skoða hvernig til hefði tekist að tengja saman bóklega grein og list- og verkgrein og hvernig nemendur hefði fengið tækifæri til að vinna á annan hátt með stærðfræðina en að sitja bara og reikna. Við skoðun gagnanna kom í ljós að ég hafði fljótlega haft áhuga á að tengja saman stærðfræði og textíl. Mér hefur alltaf fundist gaman að prófa eitthvað nýtt og eitt árið hellti ég mér í þessa vinnu með brotala. Myndin á þessari síðu til dæmis af nemanda í 10. bekk í þessu sama lokaverkefni sem nýtti sér líka Sierpinski þríhyrninginn. Þessi nemandi valdi síðan að láta prenta myndin á taug sem var svo saumað á gamlan bol og þarna kom líka skemmtileg sjónarhorn með endurnýtingu. Í rannsókninni leitast ég við að finna svar við rannsóknarspurningunni hvernig þróaðist vinna mín með nemendum í skapandi vinnu og hvað hafði áhrif á það. Í náminu, að ný glæra núna, heyrir ekkert í mér eða? Hvað hefur gerst? Í náminu langaði mig til að kynnast betur starfsendaransóknum og skráði mig í áfanga starfsendaransóknir. Eftir það var ekki aftur snúið og ég ákvað að gera rannsókn á eigin starfi frá því að ég byrjaði í Grundaskóla 1984. Eins og ég nefndi áðan þá hafði ég strax í byrjun unnið verkefni sem tengdu saman stærðfræði og textíl. Verkefnin voru einföld í byrjun en urðu flóknari eftir því sem að mér óx kjarkur og áhugi. Ég hef aldrei verið mikið fyrir að fara ótroðnar slóðir. Við skoðun gagnanna kom líka í ljós ákveðin þemu og þar sem að mér finnst gaman að takast á eitthvað nýtt sem ég veit ekki hvert leiðin mig með nemendum, henti ég mér út í alls konar verkefni eins og origami, pappírsbrot, aðferð SS, brotala,
Fibonacci, gullinsnið og fleira. Síðan var það vorið 2017 sem að ég varð viðbótarkennari í stærðfræði í 10. bekk og gaf ýmsa möguleika og þar sem að þetta var síðasta ári mitt í kennslu, þá var að hrökkva eða stökkva. Og ég ákvað að stökkva og láta drauminn rætast það að vinna á skapandi hátt með stærðfræðina. Í samráði við umsjónarkennarana ákvað ég að leggja fyrir allan árganginn skapandi lokaverkefni í stærðfræði. Þarna studdist ég við þá fræðimenn sem hafa mér innan handar í leit minni að nýjum nálgunum og verkefnið var galopið þannig að nemendur réðu algjörlega efnisvali og framsetningu verkefnisins. Myndin á þessari glæru sýnir til dæmis nemanda sem ákvað að smíða kassa og skreytti kassan með brotalamynstri. Við byrjuðum fyrir páska og síðasta verkefninu var skilað á útskriftardaginn. Við settum með flotta sýningu með öllum verkum nemenda sem voru mjög fjölbreytt. Kjarkur minn í skólastofunni hefur gefið nemendum ýmis tækifæri eins og þessum tveimur drengjum sem reyndust mjög áhugasamir origami pappírsbrot. Þetta var eitt af þessum verkefnum sem gerðist óvart ef hægt orðað þannig. Hugmynd mín í byrjun var sú að kenna nemendum að brjóta kassa með origami broti og var tengd kaflanum rúmfræði í 8. bekk. Þessir tveir drengir hurfu einn morguninn niður í tölvustofu og komu eftir drjúlanga stund með 2 litla svani sem að þið sjáið einn þarna á myndinni. Svanirnir eru settir saman úr að minnsta kosti 400 bitum. Eftir það langaði þá til að prófa að búa til stærri svan og fengu þá í lið með sér fleiri nemendur til að brjóta pappírinn og kláruðu svaninn. Þetta origami æði entist í 8 vikur og endaði með flottri sýningu í skólanum og námsmatsverkefni sem að nemendur unnu heima í saman með foreldrana. Í ritgerðinni má finna kafla Robert Lang, það ennþá sama glæran, sko. Í ritgerðinni má finna kafla Robert Lang en hann frægur origami listamaður og sjálfstætt starfandi ráðgjafi til að finna ýmsar verkfræðilegar lausnir með origami broti eins og loftpúða í bílum, hvernig þeir eru brotnir saman. Bæði origami og brotalar eru mikilvægur hluti af tækniframförum samtímans og ég tel því mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að kynnast því að stærðfræði nýtist til að leysa ýmis praktísk verkefni sem að nemendur geta tengt sig við. Mér hefur fundist skipta máli, nú komin ný glæra, mér hefur fundist skipta miklu máli hvernig nemendur líður í tímum og viðhorf þeirra til stærðfræði. Hugarfar nemenda eitt af því sem skiptir gríðarlegu máli og því mikilvægt að gefa því gaum og þá gott að hafa Joe Boiler með í farteskinu. Lokaritgerðin mín í Kennaraháskólanum fjallaði Learning by Doing og Dewey og enn einu sinni sæki í smiðju hans. Eisner talar mikið óvissuna sem fylgir list og verkgreinum og að það sé ekki fyrirfram ákveðin niðurstaða, heldur þróist verkefnið með nemandanum. Þetta það sem svo skemmtilegt við alla skapandi vinnu. Þorgerður Hlöðversdóttir leggur áherslu á að list og verkgreinar eigi að vera jafn mikilvægar og bóklegar greinar. Bókin Math and Art eftir Sasho Kaladziewski fann ég á netinu og hún ótrúlega spennandi og var mér mikill innblástur í vinnu við ritgerðina. Á þessari mynd eru verkefni eftir nemendur í 7. bekk, en einn veturinn tók ég að mér að kenna myndmennt, þar sem ég ekki myndmenntakennari, varð úr að ég kenndi stærðfræði og listir. Nemendur leist nú ekkert á þessa vitleysu í byrjun,
en verkefnið þróaðist vel og ekki að sjá annað en að allir hafi verið glaðir með ánægðir með sitt að lokum. Í byrjun gekk ég út frá hring sem nemendur lærðu að skipta í 6 parta með hringvara og geisla hringsins. Þetta verkefni er hægt að þróa og stækka eftir aldri og getu nemenda. Það var mjög gaman að fylgjast með nemendunum í 10. bekk þegar þeir voru að vinna lokaverkefnið sem ég hef minnst á áður. Á þessari mynd er einn nemandi að teikna mynd eftir leiðbeiningum á YouTube og nokkrir sem nýttu sér slíkar leiðbeiningar og þá er ágætt að hafa aðgang að síma eða öðru í annað tölvutækt form. 2 nemendur tóku til dæmis upp allt ferli hjá sér og símana sína, settu saman myndband og skiluðu með lokaverkefninu sína. Ekkert verkefni var eins og í nokkrum þeirra völdu nemendur að vera 2 og 2 saman. Verkefni var lagt fram þannig að nemendur áttu að velja stærðfræðing, vinna verkefni hann og síðan listrænt verkefni sem tengdist viðkomandi stærðfræðing eða ekki. Gekk ekki alltaf upp. Framsetning og efnisval var algjörlega frjálst eins og ég nefndi áður. Það var gaman að sjá úthaldið, forvitnina, gleðina og jákvæðnina. Nokkur verkefni koma á óvart eins og verkefni stærðfræðina í Lísu í Undralandi en Lewis Carroll var stærðfræðikennari. 2 nemendur gerðu líkana fyrstu reiknivélinni. Nokkrir nemendur horfðu á myndina Hidden Figures og fleira væri hægt að nefna. Og þá er það síðasta. Í gegnum tíðina hef ég verið mjög dugleg að nýta fjölbreytta kennsluhætti og skapandi vinnubrögð í kennslunni og lagt mig fram að draga list og verðskurnar sem mest inn í mína kennslu. Á þessari mynd er til dæmis voru 2 stúlkur sem unnu með Sierpinski, hönnuðu þessa bók sjálfar og teiknuðu þessa stjörnu. Ég hef mjög sterkar skoðanir, kannski setja bara næstu glæru. Ég hef mjög sterkar skoðanir á því að list- og verkefnakennarar ættu að taka sér meira pláss í skólastarfinu, eins og mér finnst ég hafa gert, og hafa þannig meiri áhrif á kennsluhætti. Það að ég er list- og verkefnakennari hefur klárlega haft áhrif á bóklega kennslu hjá mér. Með þessari ritgerð langaði mig því til að deila reynslu minni og þekkingu sem ætti nýtast einhverjum til að efla skapandi kennsluhætti og vinnu í stærðfræði. Það skiptir líka miklu máli fyrir nemendur að kynnast fegurðinni í stærðfræðinni. Það er eitt af því sem að bæði Boiler og Kaladziewicz leggja ríka áherslu á í sínum skrifum. Það ætti að vera skylda í skólum að kynna nemendum fegurð stærðfræðinnar. Og svo á síðustu glærunni eru slóðir, hef ég sett inn slóðin á ritgerðina og slóð inn á viðtal við Robert Lang sem origami-listamann og svo Fibonacci-rununa, gullinsnið, esser og brotala og svo líka þennan frábæra snjólistamann Simon Beck sem allir ættu nú að skoða, en hann þrammar í 10-12 tíma og býr til brotala listaverk á íþróttavöllum, stórum stöðuvötnum í Ölpunum og mjög spennandi. Og svo í lokin setti ég inn þarna fyrirlestur sem að ég var flutti á haustþingi áhugafélags um skólaþróun haustið 2013 og liggur á netinu og heitir Stærðfræði sóknarfæri til sköpunar. Takk fyrir mig.